Ég berst á fáki framum veg, út fjallahlíðum háum hleypi ég, og golan kissir kinn, á harða spretti hendist áfram klárinn mín. Það sem fjöllin fljúi móti mér, sem kólfur lofti kljúfi klárinn fer, og lund mín svo létt, eins og gæti gjörvallt lífið geisa fram í einum sprett. Hve fjör í æðar færist, fáknum með, hve hjarta létta hrærist, hlær við get að finna fjörtöxtinn. Þú ert mesti gæðagammur, góði léttir klárinn minn. Hve hátt hann lyftir hnakka, hvessir brá, og ringar reykinn makka, horfið á. Sko, faxi flaksast til, grundin undir syngur söngva, slétt við léttis hófa spil. En lag nú sprettin léttir, líttu á, við eigum brekku eftir, hún há. Nú æjum við fyrst áður söng og hófa hljóði, rjóma fjallaþögn.
Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Guð, þú sem gefur trú, gefa við megum rækta anda sem líkama, að við megum hvert og eitt lifa heil og af heilindum. Já, Guð sem gefur von, við biðjum þess að á tíma sorgar megi von lýsa upp allt myrkur, svo við megum líta með skilningi tilbaka, þakka stundina sem við lifum og með vongleði til framtíðar. Guð, þú sem gefur kærleika, við biðjum þess að við megum fyrir kærleika þinn þjóna hvert öðru í kærleika. Að við megum með þér vera veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Hjálpað okkur að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Þeir sem fóru hafið á skipum sáu verk Drottins og dásemdaverk hans á djúpinu. Því að hann bauð og þá kom stormviðris sem hóf upp öldur hafsins. Þeir hófust til himins, nigu í djúpið og þeim félst hugur í háskanum. Þá hrópuðu þeir til Drottins í neyðsinni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra. Hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði. Þeir glöddust þegar þær kyrrðust og hann leiddi þá til hafnar sem þeir þráðu. Þeir skulu þakka Drottni miskunn hans og dásemdaverk hans við mannanna börn. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Stay
Svo ritar póstulinn okkur til huggunar. Enginn af okkur lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við Guði og ef við deyjum, deyjum við Guði. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við Guðs. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi vaka yfir bæði dauðum og lifandi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Það gefur á bátinn við Grænland og gustar sigluna kalt, en togara sjómanni tamast það að tala sem minnst það allt. En fugli sem flýgur í austur fyllt yfir hafið með þrá og vestfiskur jökull sem heilsar við horn í hilling með sólroðna brá. Segir velkomin heim, segir velkomin heim, þau verma hinn þögulu. Sértu velkomin heim, yfir hafið og heim, þá hlegið við störfin borð. En geiðungt brimið við Grænland og gista það kýs ekki neitt. Hvern var þar draum þess og vonir og þrár sem vakir þar hljóður og ein. En handan við kólguna kalda býr kona sem fagnar í nótt og raular við bláeygan sofandi son og systur hans þaggandi hljóð. Sértu velkomin heim, sértu velkomin heim, að vestanir siglt gegnum ís. Sértu velkomin heim, yfir hafið og heim, og hornbjarg úr djúpinu rís. Rísum á fætur og heyrum heilagt Guðspjall. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég væri farin burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever
these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you, and these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Í morgun ljóman lagt af stað, allt logar af dýrð, svo vítt sem séð. Sléttan hún opnast sem óskrifað blað, þar akurey blettar, þar skyggirey tréð. Menn og hestar á hásumar degi, í hóp á þráðbeinum skínandi vegi, með nesti við bogan og bikar með, betra á dauðlegi heimurinn eigi. Í ljóðinu Fákar eftir Einar Benediktsson erum við komin í heim þar sem allt getur gerst og möguleikarnir virðast óendarlegir. Mannfólk og hross sameinuð og lífið svo gott að betra gerist það varla. Svona lýsing verður til þegar við deilum með okkur sögum, en við lærum aldrei betur en á sögum hvers annars og okkar eigin sigrum og okkar eigin mistökum. En ekkert mikilvægara en að elska og geta tekið á móti elsku, að eiga tilfinningaróf sem á margar tilfinningar, að geta tjáð langanir sínar og hugsanir og búa til sammannlega reynslu sem við þroskumst jú öll af. Maðurinn sem við kveðjum hér í dag var maðurinn sem átti þetta allt og gat endalaust glatt samferðafólk sitt, tjáð því tilfinningar sínar og upplifanir og umfram allt gat hann elskað, hvatt og hrósað öðrum og ávallt lagt sitt af mörkum til þess að gera tilveruna örlítið betri og skemmtilegri stað til að vera á. Ólafur D. Guðmundsson fæddist þann 19. mars 1949 í húsinu Sólvangi að Krosseravegi 7 í Hafnarfirði. Hann lést á hjúkrunarheimilinu Brákarhlíð í faðmi fjölskyldunnar sinnar þann 17. júlí 2022 eftir stutta en hetjulega baráttu við krabbamein. Foreldrar Ólafs voru Elín Louise Katinka Ólafsdóttir Davíðsson, fædd 24. júlí 1920, látin 8. janúar 1971. Guðmundur Marteinn Þórðarsson, fæddur 9. febrúar 1914, látin 1. júní 1997 og svo var stjúpfaðir Ólafs, Björgvin Helgi Magnússon, fæddur 10. október 1911 og látin 22. desember 1984. Systkini Ólafs eru þau Ólafur Pétursson, fæddur 1942, látin 1946.
Gunnar Jóhann Guðbjörnsson, fæddur 1944, Hulda Kathinka Guðmundsdóttir, fædd 1948, Hilmar Guðmundsson, fæddur 1953, Þórunn Guðmundsdóttir, fædd 1955 og Guðbjörg Elsa Guðmundsdóttir, fædd 1960. Þann 30. nóvember árið 1974 giftist Ólafur eftirlifandi eiginkonu sinni, Valgerði Jónasdóttir frá Signýjarstöðum í Hálsasveit, fæddri 11. júlí 1950. Börn þeirra eru Ragnheiður Steina Ólafsdóttir, fædd 1972, Jónas Björgvin Ólafsson, fæddur 1974, maki María Júlía Jónsdóttir og Elín Erna Ólafsdóttir, fædd 1976, maki Finnur Einarsson. Barnabörn Ólafs eru 9 talsins, þau Sigríður Vala, Arna Rún, Þórunn Birta, Harpa Rut, Ólafur Freyr, Dagbjört Rós, Þorsteinn Logi, Þóra Sóldís og Jónas Darri. Já, elsku fjölskylda og ástvinir, það eru margir með huga og hjörtu hér í kirkjunni hjá okkur í dag og hefðu gjarnan vilja heiðra minningu Ólafs með nærveru sinni og hlýju en komust ekki. Innileg kveðja frá Eyjólfi Þorsteinssyni, honum Eyjó í Svíþjóð með þökk fyrir allt. Innilega samúða kveðjur frá Höllu Aðalsteinsdóttur og fjölskyldu sem bjuggu á Hýrumel en þau senda þakkir fyrir allt og allt. Hún Arna Rún sendi hlýjar kveðjur frá Noregi og þakkar allar góðu stundirnar. Innilega samúða kveðjur frá Þóru Lind með þökk fyrir góðar og fallegar minningar í gegnum tíðina. Kveðja frá Stebba og Krosseravegi 7 og Nonna og María á Island of Man með þökkum fyrir allt. Hann Ólafur ólst upp í húsinu Sólvangi í Hafnarfirði, húsi sem enn í eigu fjölskyldunar og þau systkinin fæddust öll í. En Ólafur var pínu lítill þegar foreldrar hans fara með hann og systkin hans til Danmerkur, en pappans var Briti á Gullfoss. Þau komu svo heim með jómfrúarferð Gullfoss aftur þegar hann 1,5 árs, en þetta var mögulega upphafið að hans eigin sjómennsku. Foreldrar hans skildu og móðir hans giftist öðru manni. Stjúpfaðir hans reyndist honum alltaf virkilega vel, en hann átti í erfiðum samskiptum við móður sína sem var líkamlega veik, sem hafði mikil áhrif á andlega líðan og einnig glímdi hún við alkoholisma og uppeldi þeirra systkinanna litaðist mjög af þessu. Ólafur og Hulda hittu pappa sinn mjög oft borð í Gullfoss þegar hann kom í land, voru alltaf innilega velkomin þangað og fengu að borða eitthvað gott hjá messaguttanum. Og Óli fór einnig með pappa sínum einu sinni hringinn í kringum landið með skipinu og það þótt honum merkilegt og mjög gaman. Svo fékk hann líka alltaf Macintosh frá pappa þegar hann kom til landsins eftir utanlandsferð með Gullfossi og þá var Ólafur vinsalasta barnið í Hafnarfirðinum öllum. Hann 6 ára gamall þegar hann skilinn eftir fyrsta sumarið sitt í Kalmanstungu. En sagan segir að þegar móðir og stjúpfaðir kvöddu hann gáfuðu honum súkkulaðistykki og þegar þau voru að fara heldur Kristófer á honum í fanginu og hann hágrætur og hann svo reiður og sorgmæddur að þegar þau voru loksins farin út heimreiðina að þá grýtir hann dýrmæta súkkulaðistykkinu beint í jörðina, heldur áfram að gráta og gat illa jafna sig. Dvölin í Kalmanstungu var honum þó óskaplega góð, þó hann hafi svo sannarlega þurft að hafa fyrir lífinu og byrjaði að moka skurði 6 ára þar. En hann varði eftir þetta öllum sumrum frá maí og fram í október í Kalmanstungu fram að 14 ára aldri. Hann Óli okkar var sannur gaflari. Hann gekk í Lækjarskóla í Hafnarfirði og æfði sund sem barn. Barnaskólinn var bara til 12 ára aldurs og þá hættir hann í skóla og mammans ræður hann í vinnu hjá Íshúsi Hafnarfjarðar, þar sem hann vann í 2 ár. Þau Hulda systir Ólafs voru alltaf náin í uppvöxtinu, enda stutt á milli þeirra og einu systkinin sem ólust upp saman.
en hann gat strítt systur sinni alveg svakalega. Sú stríðni hætti þó snarlega þegar systir hans varð ólétt 15 ára gömul og hann gaf systur sinni eftir fyrstu útborgunina sína í íshúsinu efni í óléttu föt. Og auðvitað studdi hann hana með ráðum og dáðum og reyndist henni ávallt yndislegu bróðir. En svona var hugsunarhátturinn hans alltaf, að koma til hjálpar og vera til staðar. 14 ára gamall ræður hann sig sem vinnu og fjármann á Gilsbakka í Hvítársíðu og starfar þar í 10 ár, en hann hafði mikinn áhuga á fjárrækt og hrossarækt. Hjónin á Gilsbakka voru ofboðslega góð við hann og hún Ragnheiður Kristófersdóttir Ransi á Gilsbakka kennir honum að lesa, skrifa og reikna, en hann hafði glímt við mikla lesblindu alla sína barnæsku og þurfti að þola mikla stríðni og háð vegna hennar. Vegna lesblindunar átti hann erfitt með að lesa en gerði það oft á fullorðins árum. Hann þurfti jú að hvíla sig inn á milli og var lengi að lesa en aldrei skildi hann gefast upp. Uppáhaldsbókin hans var alltaf Góði dátinn Sveik, en hann lét alla vaktina á togaranum hlusta á hana og menn voru orðnir mjög spenntir fyrir næstu köflum þegar tróðu sér í gallan og höfðu gaman af. Á Gilsbakka voru mikið af úlingum í sveit. Þau kíktu í félagsheimilið á tombólu eða aðrar skemmtanir, en þetta var áður en Brúarás var til og því var annað og minna húsnæði rekið sem félagsheimili í Hvítársíðu og Hálsasveit og notaði undir ýmsar skemmtanir. Óli virkilega naut þess að koma þangað því hann var jú maður fólksins og var oftar en ekki hrókur alls fagnaðar, en hann var mjög félagslindur alla tíð og þótti gaman að skemmta sér á öðrum með kímni, kátínu og húmor. Eitt sem gerðist það nú á þessum árum að Reykholtsskóli fór í skólaferðalag og Gilsbakka hjónin bjóða öllum nemendum í kaffi heim til sín og þar stóð Óli og skemmti mjólk af miklu móð ofan í alla nemendunar. Það vildi þó ekki betur til en svo að Gerða, sem var með í skólaferðalaginu, þurfti einmitt að renna beint á rassinn niður allar tröppunar á heimilinu í svakalegu stígvélaflóði og enda við fætur Óla. Sér lét sér nú ekki bregða neitt svakalega við, en hún var búin að koma auga á sætan strák og rann svona kylliflöt fyrir honum. Árið 1967 var hún svo keyrð í gamla félagsheimilið á ball og þar tók ástin við. Hann 18 ára og hún 17 ára og þau gengu niður á Hvítá. Hann svo lasinn að hann stóð varla í lappirnar, svo ástafundurinn hélt nú ekki lengi. Því stuttur síðar varð hann að labba heim á Gilsbakka og hún á Signíastaði. Og eitthvað reyndu þau nú samt lengur þetta ár en að lokum slitnaði upp úr því. Þau byrja svo að hittast aftur sumarið 1973 og ráða sig saman á tilraunabúið á Hesti í Borgarfirði. Já, ástin nefnilega svo merkileg að hún lætur ekki segjast og getur tekið ýmsa krók á leiðinni og verið misfljót á áfangastað. Og okkar besta fólk fann hana heldur betur aftur þegar hún Agga var 11 mánaða og þá var auðvitað ekkert verið að tvínóna við hlutina því þarna var eitthvað einstakt og merkilegt orðið til og því var fljótt til svo hugsun að þau var orðin alvöru par með öllu því sem fylgdi. Þau giftu sig í Reykholtskirkju 30. nóvember árið 1974 og skírðu litla strákinn sinn, hann Jónas Björgvin. En í tilhugulífinu töluðu þau oft að einhvern tímann ætluðu þau að eignast strák með brún augu og dökkt hár og sú ósk rættist. Þá bjuggu þau á Vilmundarstöðum þar sem þau gerðust bændur en brúðkaupsveislan var haldin á Signíastöðum með öllu tilheyrandi en brúðurinn hafði saumað brúðkaupsklæðnaðinn 2 árum áður, slík var nú fyrirhyggjan. Árið 1976 bætist 3. ljósgeislinn þeirra í hópinn, hún Elín Erna og þá voru þau orðin vísitölufjölskylda og gott betur. Hann Óli var pabbi sem sagði oft, ég elska þig og knúsaði börnin sín mikið og var einstaklega ástríkur og hlýr við krakkana sína og líka konuna sína
og það var svo fallegt þegar þau voru að rifja upp æskuna að þá komu minningabrotin þegar hann var alltaf að knúsast í henni Gerði sinni, klípa aðeins í hana og fá hana í faðmlegu við sig. En það passaði það mjög vel að allir í fjölskyldunni fengju athygli og sýndi öllum í kringum sig mikla vinsemd. Á heimilið voru líka allir innilega velkomnir og það var oft eins og fallegt félagsheimili. Börn og fullorðnir á öllum aldri, vel tekið á móti öllum og auðvitað var það að vera kaffi og almennilegu matur. En þau hjónin voru mikið matfólk og skipuluðu matatímana langt fram í tíman, ákváðu með góðum fyrirvara hvað ætti að vera í matinn og hugsuðu vel hvað væri til í ískáp, búri og í frystikistu. Árið 1977 flytjaðu á Kleppjárnsreyki og vann Ólafur upp frá því við ýmis störf, svo sem múrverk, garðyrkju og síðar sjómennsku sem var hans aðalstarf í yfir 30 ár. Í síðasta túrnum hélt hann upp á 70 ára afmælisdaginn sinn. En stóra ástríðan voru hrossin og hrossaræktin sem hann stundaði frá tvítugsaldri. Og fæðing barnanna og atburðir í lífi þeirra voru alltaf mundnir eftir því hvaða hross hefði verið áberandi í lífi hans á þeim tíma. Júpiter var alltaf uppáhaldshesturinn hans og Óli lýsti honum sem dásamlega góðum hesti. En Guðmundur á Gullberastöðum gaf Óla hryssuna Bliku árið 1972 sem var fylfullt og Gerða kom með í búið sitt hross, hana Skræpu, og þannig hófst hrossaræktunin þeirra. Og þetta urðu ættmæður ræktuna þeirra og var Júpiter undan Bliku. Í einu skiptin sem Óli sást skipta almennilega skapi var þegar hann var að reka hrossin sín. En setningin ljúfustu bændu missa það þegar reka á hross átti mjög vel við hann. Fjölskyldan tóku þetta öll þátt í hestamennskunni og krakkarnir kepptu á hrossum og eignuðust sín eigin hross úr ræktuninni, en Óli átti og ræktaði verðlauna hross. Það voru svo blessuð ferðalögin sem leystur hrossaræktunina af á endanum. Á þessum árum fannst Óla stundum gott að fá sér neðan í því, en hann var einn af þeim sem var aldrei með neitt vesen þó áfengismagnið hækkaði svolítið í blóðinu. Ekki nema í örfá skipti, en þá kom biturðin fram úr æskunni og fann sér þó þá leið. Honum gat orðið sundurorða við fólk, en það hafði aldrei nein áhrif og stundum gat Óli verið smá langrækinn, en það var tvennt sem hann þoldi ekki og það var óréttlæti og svik og átti hann stundum erfitt ef hann upplifði slíkt. Nær alla daga var Óli þó einstaklega lífsglaður og gefandi maður, var alltaf að bulla og grínast og var snöggur að bjarga sig þannig. Þegar Óli var á sjó, var það eðlilegasti hlutur að Gerða sæi fjármálin, en eitt sinn þegar Gerða átti stórafmæli langaði Óla svo óðbóðslega til að gefa henni uppþvottavél. Hann kom til hennar að festu og sagðist þurfa að fá ákveðna upphæð af tékkareikningnum. Eitthvað fannst Gerði þetta nú há upphæð og spyr hvað í óskopunum hann ætla að gera við hennar pening. Óli var snöggur til og svaraði: "Ég ætla að kaupa gúmmídúkku til að taka með mér út á sjó." Gerða gat ekki annað en hort á hann undrunar augum og skrifaði í skýringu á tékkan sem hún rétt honum: "Gúmmídúkka." Og eftir þetta var aumingjans uppþvottavélin aldrei kölluð annað en gúmmídúkkan á heimilinu. En hann Óli var mjög rómantískur og passaði alla tíð vel upp á neistan í hjónabandi þeirra Gerðu og hjónabandi var vinna sem þau tóku bæði mjög alvarlega. Þau keyptu blóm saman sem þau dáðust að þegar heim var komið, mundu eftir því að segja fallega hluti hvort við annað og hrósa og þakka og svo var það jú blessaða matarástin sem sameinaði þau. Þau voru samtaka og tóku mörg samtöl þar sem var hugsað fyrir hlutunum og lífinni í heild, enda bæði skipulögð og vildu hafa hlutina á hreinu og í samvinnu. Hann Óli gleymdi þó einstaka sinnum að láta hana Gerðu sína vita hvar hann væri eða hversu lengi hann yrði. Og eitt sinn skrapp hann út á Akranes að ná í skötu með nokkrum sveitungum. Það var 22. desember. En hann kom heim á aðfangadag klukkan 4.
Hann sagðist aðeins hafa gleymt sér, en þegar þetta bar á góma í fjölskyldunni lét Óli alltaf hafa eftir sér. Hún gamla mín sagði ekki neitt, en augnaráðið sagði allt. Og það kom einstaka sinnum fyrir eftir þetta að Óli náði ekki Gerði. Þá hafði hún sett silent á síman út af einhverju og þá var það mjög áhyggjufullur og gat verið svolítið snöggur í símanum þegar hún svaraði. Og þá var nóg fyrir Gerði að segja, manstu eftir skötunni? Og allt var glimrandi gott. Árið 1988 snýr Óli sér alveg að sjómennskunni og þegar hann var á sjónum var hann alltaf tilbúinn í gallann, vinnuglaður og uppörvandi við skipsfélagana. Þegar þau Gerða fóru á sjómannaháttíðir komu ungir skipsverjar til hans og létuðir við hann eins og hann væri pabbi þeirra eða afi og usu yfir hann hrósum og væntumþykju. En það erfiðasta sem Óli lenti í út á sjó var árið 1994 þegar kviknaði í togaranum Ými sem hann var á út á Barentshafi. Þurftu skipsverjar að handþrýsta vatni til að slökkva eldinn og þegar hann var slökktur var skipið vélarvana og kolniðamyrkur sem gerði allar aðstæður mjög erfiðar. En þeim tókst við erfiðan leik að koma vélinni aftur í gang en voru hætt komnir þrátt fyrir að allt bjargaðist og engin mannskaði yrði. Gerða var stödd í kartöflugarðinum og var að taka upp kartöflur með bílhurðina opna og hafði útvarpið hátt stillt þegar þetta gerist. Og hún man glögglega eftir því að hafa fengið högg í magann þegar þulurinn tilkynnti að kvikna hefði í skipinu og henni leið eins og það væri klukkutími þar til þulurinn sagði að allir hefðu sloppið óhultir, þrátt fyrir að það tæki varla mínútu. Þau hjónin byggðu húsi Litlaberg árið 1982 þar sem þau voru búsett til ársins 2003, árið sem þau fluttu að Haukagili í Hvítársíðu og heim í Hvítársíðuna sína. Árið 2006 fluttu þau í Álfaskjól og bjuggu þar síðan. En alla tíð voru það einkenni Óla að vera mjög vinnusamur, einstaklega einbeittur og duglegur við allt það sem hann tók sér fyrir hendur. Hann var duglegur að ferðast og þau hjónin saman, en fyrsta utanlandsferðin þeirra var einmitt með frystitogara til Hull. En uppáhaldsferðin þeirra voru þau fóru saman til Kanari. Þau elskuðu að fara í útilegur með hjólhýsið og fóru út allt land, veiddu saman í Hólmavatni, hann fór í margar leitir, ferðalög saman með Freyjukornum til Ítalíu og fleiri staði og hann fylgdi hestahóp erlendis með Brúafossi og fór til Þýskalands og til Austurríkis og upplifði margt spennandi og áhugavert í þeirri ferð. Hann var Liverpool-maður í húð og hár og fór meira svo út að sjá þá spila. Og hann kíkti á Bítlasafn í leiðinni sem fól í sér bílferð á alla fæðingarstaði og merkastaði Bítlana sjálfra og okkar maður klökknaði við þennan túr og fannst hann hafa upplifað eitthvað dásamlega sérstakt. Því hann Óli gat bara sagt very nice á erlendum tungumálum en skildi þó mun meira. Hann upplifði þetta sem ákveðna fötlun og langaði alltaf að læra tungumál því innst inni var hann heimsmaður sem átti auðvelt með að skynja og skilja aðra menningu og það var búið að vera mikil tilhlökkun að fara með Gerðu sinni á 70 ára afmælinu hennar í pílagrímaferð til Þýskalands og voru þau búin að skipuleggja allt þegar COVID skall á og kom í veg fyrir að þau færu. Þau hjónin voru þá ekki að vesenast með hlutina, heldur snýr sér alltaf bara því sem skipti þau langmestu máli í lífinu sem var fjölskyldan. En Óli elskaði að vera með fjölskyldu og vinum, liggja í heitapottinum og njóta lífsins. Hann þreyttist ekki á því að hrósa og sýna börnunum sínum og barnabörnum, ást og elsku og hughreysti og hvatti þau endalaust áfram. Hann fylgdist vel með fólkinu sínu öllu og vildi vita hvar það var og hvað það væri nú að gera allt saman og hafði gaman að því að heyra hvernig gengi hjá systkinabörnum og frændfólki sínu öllu og vinum sínum út allt land. Hann var með eindæmum ástríkur og lífsglaður maður, gaf mikið af sér einmitt með kátíninu og húmornum og veitti fólki í kringum sig mikla athygli.
Þetta var maðurinn sem sá aldrei mun á stjúp eða blóðfjölskyldu. Allt voru þetta hans af heilum hug og saman voru þau heimsins besta fjölskylda. Hann var líka dásamlegu tengdapabbi, elskaði Finn sinn alla tíð og voru þeir mikli vinir. Reyndist tengdabönnum sínu mikill vinur í raun og fenguðu strax sömu sæti og börnin hans. Enda var hann tilfinningaríkur, grínaðist í fólkinu sinu, kleip það svolítið laust og faðmaði og orðin og tilfinningarnar sem fylgdu setningunni ég elska þig fengu óma í gegnum þau öll. Barnabörnin hans Óla dýrkuðu hann og hann stal hjörtum þeirra strax við fyrstu sýn, þrátt fyrir að þurfa að vera mikið í burtu. En hann var duglegur að bæta þeim það upp og bauka með þeim alls konar samverustundir, fara í pottinn, fara á hestbak og allt sem þeim datt í hug. Hann kenndi þeim að meta góðan saltfisk, en uppáhaldsmaturinn hans var einmitt saltfiskur. Það er svo ótrúlegt að segja frá því að hann var nefnilega örlítið matvandur, en lét sig hafa ýmislegt og gerða vandan af þessari vitleysu og hún minnkaði með tíð og tíma. Uppáhaldið hans voru líka kartöflur, en hann elskaði skrælda kartöflur, smjör og rjóma. Og alltaf skildu kartöflunar skrældar, þrátt fyrir að vera nýkomnar úr garðinu. Síðasta halva árið tókst Óli á við veikindi sín af hetjuskap. Hann var ekki tilbúinn að kveðja og fannst hann eiga mikið inni. Síðustu vikur voru hann því mjög erfiðar þegar var ljóst að lokastundi nálgaðist. En hann lét alltaf eins og hann fyndi ekki neitt til og talaði eins og hann væri ekki að fara að kveðja. Og það var að sjálfsögðu ákveðið að reyna að virða óskir hans og fjölskyldan öll reyndi að gera þetta á eins fallegan hátt og mögulegt var. Meira segja þegar hann ræddi bjarta vonir sínar ferðalagið í nýja hjólhýsunni þeirra og að finna kannski íbúð í Borgarnesi, þá leyfðu honum að tala og eiga vonina. Óli kvartaði nánast aldrei og vildi ekkit vesen eða væli kringum sig og það breyttist ekki við þetta. Óli fekk einstaklega góða umönnun á Brákarhlíð undir blá lokin og þótti vænt heimsóknirnar og kveðjurnar sem hann fékk þangað. Og hann lést í faðmi fjölskylduna sinna sem hann unni mest af öllu og skilur eftir sig stórt skarð og mikla sorg. Þú grátuðir mig að gleyma þér, það get ég ei þó ég vildi, því allt sem er best og bjartast það bendi mér á þitt gildi. Og elskan, hún hefur ábyrst mér, því ég missa skildi. Þú heilsa mér, sér hvern heiðan dag, þig heyri ég í lækari kviki, ég finn þig í söng og fögrum brag, sem faðmur mig örmum líki. Ég sé þig við hvert eitt sólarlag í síðasta geisla bliki. Þó heimili biði heimurinn mér, við hefðar og nautna brunna, að meta þá tign sem maklegt það myndi ég ekki kunna. En eilífðin ein vinst að þakka þér, að þú hefur kennt mér að unna. Þess vegna langar mig hér í dag að við munum eftir því sem gleður og nærir. Því minningar Óla sem sýndu hver hann var í raun og veru. Minningar mann sem elskaði heitt og tjáði ást sína í orði og borði. Minningar eiginmann, pabba, tengdapabba og afa sem sá ekki sólina fyrir fjölskyldunni sinni og lagði sig í líma við að grínast í þeim, klípa þau smá, segjast elska þau og klappa þeim eins og hrossum í hversin sem þau hittust. Minningar dásamlegan vin sem var svo sannarlega vinur vina sinna. Vin sem laðaði fólk að sér, átti vini allt land og það var alltaf hægt að vera viss það að gleðistundirnar með honum yrðu viðburðaríkar, skemmtilegar og frásagnaverðar í góðum hópi þegar frá liði. Minningar mann sem var tilfinningalega og ástríkur alltaf og leitaðist við að bæta líðan og umhverfi alltaf aðeins til hins betra, hvar sem hann kom. En mikilvægast af öllu eyði minningar yndislega mannesku sem vildi öllum gott og bar von og gleði þar sem hann var.
Því skulum við öll hér muna að segja sögur af lífinu og við skulum kenna og við skulum þakka. Og þar sem við sitjum uppi með okkar eigið líf, að þá verkefnið að vona og fáum leið að íhuga hvað það sem skiptir raunverulegu máli í okkar lífum. Hvað við getum lært af lífum hvers annars og hvað það sem við viljum breyta og bæta. Því skulum við muna að dásama það ljúfa og hversdagslega í lífinu og aftur þar sem við sitjum með okkar eigið líf, þá verkefnið að bera kærleikan áfram og vona, að halda áfram að gera okkar allra besta og eiga samkennd og skilning. Guð blessi líf og minningu Óla okkar. Amen. Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt, sér hver aldari sem hnígur jafnan skjótt, hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt og fljótt. En þó að augnablikið aldrei fyllir stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund. Því að tár sem þerrað burt aldrei nær að græða grunn. Lítu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Þú veist að tímans köldu fjötrar enginn flýr, enginn frá hans löngu glöymu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Lítu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Lítu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Við skulum biðja. Við þökkum þér, elsku Guð, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun fyrir Óla sem við felum þér hér í dag. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins
og í þínar hendur felum við allan söknuð og alla sorg og allar áhyggjur vegna breyttrar framtíðar. Við biðjum þess að þú gefir hugrekki, góðmennsku og þrek. Mynd okkur á að við erum sköpuð góð til að gera gott. Amen. Við skulum nú biðja saman bænina sem Kristur kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Af jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú upprísa. Gef þakklæti fyrir líf Ólafs, æðruleysi gagnvart dauða hans og fögnuð yfir upprísu hans. Amen. Fagur með
Takið á móti blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen. Friður Guðs sé með yður.